Ok, þannig núna ætlum við að halda áfram með þennan grunnaverkefni 4 sem við vorum að vinna í seinustu tíma og ég ætla að segja hérna npm run def og við vorum að keyra þetta ekki next, við vorum búin að ákveða einhverja leið til að keyra þetta, við erum að fá þetta bara, fá alveg gommu af svona uppsetningu og struktúr og bara frá next, það sem er bara búið að vera fínpússa svona developer experience, DX sem er oft kallað, ekki user experience sem er UX, heldur að þessi vel hugsað okkur forritarana er svona allt frekar svona fínt. Við vorum komin hérna, ég ætla að setja svona og svona. Við vorum búin að setja upp einhverja síður hérna, við vorum að nota þennan app-router og app-router er þannig að hann er með eitthvað page og eitthvað layout og birtir síðan það sem við setjum á page innan í layout. Þannig við vorum að skoða þetta layout hérna og við vorum með þetta page hérna og við vorum svona aðeins búin að spá í ok, hvernig eigum við að setja upp og splitta þessu upp en kannski skoðum það aðeins meira á eftir. En það sem við vorum komin með hérna var að við vorum með einhverja flokka. Við vorum að prófa okkur áfram með að nota sama komponentin tvisvar til þess að sjá svona miðlun á problem og við sjáum hérna ef við fyrir inn á flokkar þá er ég komið með eitthvað hérna en já, við reyndar birtum flokkarna seinast, ég veit ekki hvort ég hafi eitthvað villur, allavega við höldum áfram. Við ætlum núna að fá hérna flokkana úr vefþjónustunni sem ég er að keyra á hérna localhost og fáum þá og getum svo smellt á þá og fáum í raun, ok, hér eru flokkar og hér eru spurningar undir flokkurum og svo hérna ef flokkurinn er ekki til, þá segjum við flokkurinn er ekki til eða eitthvað og ef það kemur villa þá kemur eitthvað og eitthvað svona loading state og svona. Ok, þannig að við endum hérna og við endum í því að vera að skoða þetta use effect og hvernig það er eitthvað sem að keyrir á förum hérna þetta hérna use effect is a React hook that lets you synchronize a component with an external system og við erum þá að segja að vefþjónustan okkar er eitthvað external system og React hooks eru þetta, þeir eru eitthvað sem að byrjar á use og síðan eitthvað og við notum helst use effect og use state og use effect leyfir okkur að keyra einhver ákveðin kóða þegar eitthvað á við og birta eitthvað gera eitthvað, framkvæma eitthvað, breyta einhverju og hérna er alveg fullt af einhverju þetta hvað er þetta að gera, við getum gert þetta að búið til eitthvað chatroom og við getum, það er alls konar í þessu þarna komum flokkundir okkar allt í einu, já, ok, þannig að við erum komið það en það sem við erum að gera hérna er í raun að við erum að kalla í þetta asynchronous fall hérna sem heitir fetch data og við vorum komið með hérna, við ætlum bara sækja einhver gögn ef við fáum ekki gögn, svo við fáum null úr þessu og þá kastum við einhverju villu, annars fáum við eitthvað JSON það er eitthvað any og svo kemur set categories og það er eitthvað sem við höfum að skoða og svo console-loggum við eitthvað hérna console-loggum okkar hér eitthvað test, 1, 2, 3, eitthvað og við sjáum eitthvað ok, við sjáum eitthvað út af því að við segjum hérna set categories við skoðum set categories þá kemur það hérna úr use state og ef við skoðum þá documentationið hans fyrir use state React hook that lets you add a state variable to your component og state variable er í raun það sem við erum búin að vera að vinna með í vefþjónustunni 1 þar sem við erum í raun með eitthvað gerist á einhverjum tímapunkti einhver ítir að takka og það er eitthvað sótt og það er beðið eftir því og það er sett í einhverja stöðu og þetta er staðan í forritinu okkar að við þurfum einhvern veginn að geta brugðist við og geymt það og brugðist við þessar breytingum á stöðinni og þá erum við með þessar categories sem að verði þá gildið sjálft sem er í stateinu og síðan set categories sem er þá að
setja stöðuna á breytunni. Við getum síðan notað abstrakt, við getum skilgreint hvað er típan á stateinu okkar. Þannig þá segir hann hérna set categories er eitthvað dispatch á set state action af típunni kategóri fylki. Þannig að dispatch er eitthvað sem erfitt að halda þessu yfir hérna, er eitthvað sem React skaffar okkur og keyrir í raun einhvern veginn inn í React. Set state action setur stateið og þessi hérna breyta í raun niðurstaðan úr því að kalli þetta set kategóri sem einhverjum tímapunkti. Svo erum við með hérna innan svega sem er ef ég gerir svona og þannig að þetta er default state sem kemur hérna inn. Þetta slökka aftur á vin okkar hérna. Svona. Og þannig að í byrjun kategóriðnir okkar eru tómafylkið. Við keyrum eitthvað effekt sem keyrir þegar að vefurinn eða þetta view, þessi komponent er birtur. Hann býður eftir því að eitthvað asynchronous aðgerð á sér stað. Hún setur einhver gögn í categories breytuna hérna. Þá sér React að það hefur orðið breyting á einhverju state gildi. Finnur alla þá staðið þar sem að þá komponenta sem er í raun þessi hérna komponenta því að hann er skilgreindur hérna í þessu state hér og re-rendrar þetta hér. Keyrir þetta aftur. Þannig ef ég setja hérna núna render og ég ætla að segja hérna console log use effect og ég ætla að segja hérna console log start fetch og síðan hérna fyrir neðan finish fetch og svo hreinsa ég hérna og reloada síðunni. Þá kemur út af því að þeir eru tvisvar, tökum það út. Það er svona, svona og svona. Þá keyrir renderið tvisvar. Svo keyrir use effect hookin okkar. Svo startar þetta fetch. Svo kemur þetta finish fetch. Þá loggum við út hvað við fengum tilbaka og svo keyrir renderið okkar tvisvar. Þetta renderið keyrir tvisvar út af því að þegar við erum í development mode þá er React alltaf að passa upp á það að við séum að viðhalda reglum React hooka. Þannig að við förum hérna í hooks og það eru mismunandi tegundir af hooks og hérna er þetta rules of hooks og það má eingöngu kalla í hooks í top levelinu á komponentunum okkar. Það má ekki kalla í hooks inn í conditionals eða inn í loopum. Það má ekki gera það eftir einhverju conditional returni. Við sjáum hérna, þetta má ekki. Það má aldrei kalla í hook inn í einhverju svona. Það má aldrei gera það inn í þessu. Það má aldrei gera það eftir þetta hérna. Það eru lintingreglur sem að segja til hvenar má og hvenar má ekki, þannig að React segir okkur þegar við brjótum þessar reglur. En eina leiðunum fyrir það að React geti passa upp á það að við sem að viðhalda þessu er í raun að keyra í development mode 2 render sem passar. Ef ég rendra þetta og ég rendra þetta strax aftur, fæ ég ekki örugglega sömu state eða sömu renderlógíkina í gegnum allt React. Og þetta er eins og þetta er útvært í React. Þetta er ekki frábært. Þetta gefur Valdimanni skemmtilegum hausverk, villum og skrítinni hegðun. En hér erum við. Og React teymið veit af þessu og planið þeirra til að breyta þessari hegðun í React er að koma með compiler.
Þannig núna næsta útgáfan af React, React 20, þá mun koma compiler sem mun taka React kóða og compilan yfir í eitthvað sem að síðan keyrir. Það til þess að losna við marga af þessum hlutum sem að er bara búið komið ljós að eru erfiðir. Eins og til dæmis user fact hooking. Ótrúlega auðvelt að gera villur í honum. Láta hann keyra of oft, keyra of sjaldan eða, já, hann virkar en hann virkar bara óvart. Þannig að smá svona gleðin með React. Þetta alls ekki allt fullkomið og þessir hooks leysa ákveðna hluti en eru ekkert heldur eitthvað svona besta útfærslan á þessu. Þannig að þetta uppfærði stöðubreytin okkar og við fengum einhver gögn. Fínt. En núna viljum við, eins og við gerum til dæmis í Webfortune 1, við viljum hafa einhverja svona stöðu á meðan að vera að uppfæra þetta. Ég vil segja að það er verið að sækja flokkana. Flokkarnir voru sóttir og við birtum þá bara, eða það kom upp villa við að sækja flokkana og þá viljum við birta eitthvað annað en í raun eitthvað hérna. Þannig að þá ætla ég að búa til nýja state breytu hérna sem ætla að vera bara eitthvað UI state sem er bara staðan á viðmótun okkar inn í þessum komponent. Við ætlum að hafa hérna set UI state. Þetta ætla að vera use state og þetta ætla að vera eitthvað initial til þess að byrja með. Ok, nú bara kvart yfir ég sé ekki búin að nota þetta og ég ætla að segja hérna set UI state loading. Ég ætla að hætta að þróa hér, að þegar við þróa hér þá kemur bara villa upp í React sem að var ekkert næs. Ég vil freka bara meðhöndla villuna. Þannig ég ætla að segja set UI state error og return og ég ætla að segja hérna set UI state data. Þannig til annar kemur í ljós. Þannig að ég vil ekki gera eitthvað annað en ég ætla bara að segja þetta. Þetta eru stöðuna mínur í forritinu. Þannig að þá ætla ég að segja hérna console log UI state og listum þetta og reloadum hérna. Þá sjáum við initial, loading, data. Þannig að þá er verið að keyra þetta allt tvisvar en við sjáum samt að þetta fylgir þessu hérna. Þetta er initial stateið okkar, við förum í loading stateið, við förum í data stateið og svo erum við hérna að birta gögnum okkar. Þannig að þá getum við brugðist við þessu hérna og við getum sagt if UI state jafnt og loading þá ætla ég að segja bara return loading categories. Þá returna ég bara út úr því og birti það. Þá gerist þetta hratt hérna. Það kemur hérna loading categories. Það fyrir mig network. Hægjum á okkur. Hún var fljótari að sækja kategóriunar en að hérna en að sækja allt böndulið á localhost. Þannig að það var svona lengi hérna og svo en allavega við fáum á hérna loading categories og svo byrt. Og svo spurningin núna ok, er þetta viðmótið sem ég vil að sé á loading stateinu? Vill ég hugsanlega sýna titilinn og sleppa því að birta þetta þannig að ég sé ekki að allir flokkar sé ekki birt þegar ég er að loada heldur sé ég titilinn og hérna eða vill ég vera með eitthvað UI sem er svona shimmer UI þar sem að kemur svona það er eitthvað alveg að fara að koma hérna og þá fer React að vera svona að hjálpa okkur þannig að þá getur ég sagt hérna ok, ég vil ekki í raun bara hafa þetta svona ég vil freka segja hérna UI state jafnt og loading
sæki flokka. Svo vil ég segja hérna UI state data og birti þá þetta. Þannig að tökum bara af þetta og þá núna sé ég þennan titil en hérna setja loading skilabúðin hérna fyrir neðan og ég get núna að fara að bregðast við þessu hérna. Ok, vill ég þetta hafa einhvern ákveðin stíl, vill ég þetta sé einhvern veginn öðruvísi. Ég get bara ráðið því hér. Ég get núna farið að búa til viðmótið mitt þar sem ég að hugsa þessar mismunandi stöður á einhvern frekar svona skilgreindan máta. Síðan get ég lent í því að það kemur upp einhver villa og segjum sem svo að það sé setjum bara hérna error í staðan fyrir data. Þá get ég bara bætt því við hérna sagt error villa við að sækja flokka. Og þá kemur hana loading stateið, svo kemur villa við að sækja flokka og svo kemur þessi birting. Þannig að núna get ég conditionally verið að bregðast við hérna hvernig þessi hlutir eru birtir. Nú get ég sagt svo að ég er með bara almenna villusíðu. Ég er bara með error component. Og hann á bara að birtast hér. Þá get ég bara búið til komponent sem birtir þá viðmótið fyrir allar villurnar í forritinu mínu. Ég bara droppa honum inn þarna og ég get sagt þessi komponent gerir þetta. Þannig að ég get farið að búa til kubba sem ég er að búa til viðmótið mitt úr. Er það að fylgja mér? Svona mestmegnis. Þegar svo getum við bara sagt ég vil taka þetta hérna og ég vil segja að þetta hérna á að vera category line. Þegar þetta er orðið of flókið eða ég vil endurnýta þetta. Þá get ég farið að brjóta niður viðmótið mitt í endurnýtanlega parta og hugsað hvað er ég að fara að nota, línan sem birtir flokki minn, hún er að fara að verða svona eða hinsegin í einhverju annarri birtingu. Hún ætti að hafa hugsanlega einhver prop sem að leyfa mér að stýra hinu eða þessu. Og þá oft á tíðum enda maður með UI.land.is eins og bara hérna dæmi sem að ég nota oft sem er fyrir Stafrænt Ísland að þar er allt skrifað í React og nota Next og þar er búið að fara í gegnum að búa til hönnunarkerfi og hönnunarkerfi var upprunalega búið til í Figma og það var sagt já hér erum við að birta einhver gögn sem eiga að vera í bullet list og þá á að vera svona og þá á að vera svona mikið pláss á milli bulletana og bulletinnar eiga allir að vera rauðar. Það er síðan hannað, svo það sett í forritun og þá er hérna að ég fæ þetta sem forritari, fæ einhverja hönnun og ég segi ok, ég ætla að búa til ein component, hann á að haga sig einhvern veginn svona, hann getur við síðan verið nested og svo getur ég sagt hérna show code og þá eitthvað object hérna, eitthvað smá bilað og þá er þetta búið að búa til React component sem heitir bullet list og hann er hérna type sem er bara, er þetta UL eða OL og svo er ég með bullet og bulletin koma svona og ég er búin að abstrakta í burtu UL-listan yfir í sérstakar bullet list og bullet component sem er til fyrir þetta project. Þannig núna er ég annar forritari og ég er bara forrita og ég er bara eitthvað, heyrðu, mér vantar að birta bullet lista sem að það getur verið nested. Ég sé það hérna í Figma-skjalinu. Eða hönnuðurinn sem ég er að vinna með er búin að, heyrðu, ég er að nota hérna bullet list komponentin síðan, þá fyrir ég, nota hann svona, skelli gögnunum inn og þau birtast rétt. Því ég er að nota komponent sem bara birtir þetta rétt út frá hönnunarkerfinu. Svo
þá einhver sem fór hérna og í raun forritaði þetta og við getum í raun bara farið hérna inn í GitHub hérna og við getum farið í nei, það libs Ísland UI, ekki UI-lib við erum með core við erum með source lib og hérna erum við með alla komponentina og við erum búin að skróla fram í það hér bullet list og hér bullet list komponentinn og hann skrifað bara sem React component en hann notar samt hérna interface og segir hérna ok, hver típan, það strengur hvar eru litirnir, það einhverju litir sem koma frá hönnunarkerfinu líka svo hérna og þá sagt hérna ok, það kemur eitthvað text það notar enn annan component það notar eitthvað box sem enn annar component og enn annar component og svo kemur eitthvað span og svo kemur ef þetta ul þá að vera svona annars birtist ekki neitt það svona smá hvað gerist þá ef að ég set inn og L ok en hér bara búið að setja í einn folder allt sem ekki viðkemur því að birta bullet og bullet list komponentin svo eitthvað einhverju stílar hérna og hérna verið að nota þetta CSS.js og það verið að nota vanilla extract libraryð og þá segir hérna display nei, fyrir ekki hérna bullet á að vera með þannig hérna stíl þessa stíla þá aftur hérna svo eitthvað theme.typography.semibold þannig að það síðan aftur einhver breyta sem að kemur einhvers staðar annars staðar úr projektinu og þá það aftur í hönnunarkerfinu búið að skilgreina það að þegar það verið að nota bold þá má nota bold sem bold, semibold eða eitthvað annað þá bara búið að skilgreina þessar breytur og þú getur ekkert breytt þeim á þess að breyta hönnunarkerfinu og þannig hönnunarkerfið og hönnunin á hverjum komponent haldast í hendur en það búið að skilgreina kerfið fyrir hönnunina og það búið að forrita kerfið fyrir hönnunina þarna mikil vinna sem fer á milli þess að vera framöndaforritari og hönnur og segja bara eitthvað ok, hvað þetta, hvað hitt, hvað svona hvað við fáum eitthvað og þá að skilgreina hérna og þá get ég sett hérna, ég get farið hérna, ég get breytt á milli þess að vera með ordered og unordered list þetta svo sem ekki mikið að vera þarna en við getum farið í eitthvað annað hérna eins og í button það alltaf, maður getur lesið mikið út úr projekti hvernig það með því að skoða button komponentin í því og þá getur séð hérna, ok, button okkur eitthvað feilaði hérna en ég get sett inn color schema, icon type, pretext icon, size og variant og þá fæ ég svona taka ok, og svo skoðum við hérna alla stillingarna sem hægt að setja og taka það ansi mikið sem hægt að stilla takkana þannig ég get sagt ég takki og þá sjáum við hérna og þetta hérna formið eða þú veist það sem ég að skoða hérna framework sem heitir Storybook sem að virkar þannig að það birtir React komponenta eftir því hvað er búið að skilgreina í svona stories sem eins og hérna þannig að hérna í raun bara þetta og þetta svona demo fyrir þennan komponent þetta það sem við sáum bara, þetta nákvæmlega textin sem við sáum áðan og hérna eitthvað type og hérna búið að segja að ég get breytt type og type annarkvort false eða true og þetta var það sem ég var að togla þegar ég er búinn að segja hey Storybook, þegar þú birtir þennan komponent þá máttu leyfa mér að breyta þessu á milli svo ég fyrir tilbaka og finn button komponentinn og þá hann eins hann með einhver stories, hann með einhver button hann það flókin að hérna ákvæða einhver að búa bara til button types af því að það er svolítið mikið efni sem að þessi button getur verið að vinna með hérna líka búið að setja spec og spec bara önnur leið til þess að búið til test þannig að hann búið að búið til einhver UI test en það ekkert voðalega flókið það bara eitthvað að hann renderar en
það hefur einhver verið með good intentions þarna að setja þetta inn. Og svo getum við skoðað útvarsluna á takkanum. Og þá sjáum við hérna bara að það er svolítið mikið að vera að senda áfram einhverja proppa. Og þarna er svona mjög gott dæmi um það að einhver hefur verið hérna, ok, ég hef búin að hanna takka. Svo er einhver annar hönnuður komið og sagt, já, en ég þarf takka sem getur verið hringur. Og svo er einhver annar sagt, ég þarf takka sem getur verið rauður af því að hann er stundum að fara að nota þess að eyða hlutum. Og við viljum hafa, þú veist, svona destructive lit. Þú veist, ég get ekki að hafa bláan takka sem eyðir einhverju. Já, og svo þarf ég að geta haft hann fluid, hann þarf að geta passað út í allt plássið. Þannig þarf að geta, þú veist, with auto. Já, hann þarf líka að geta verið disabled. Já, hann þarf líka að geta verið loading. Hann þarf líka að geta verið no-wrap, þannig að hann fara aldrei í 2 línur af því að textin getur svona rosalega langur í honum. Hann þarf líka að geta birst inline. Og það er bara kröfur, og fyrir hverja kröfur, já, ekkert mál, bætið þið bara við. Já, ekkert mál, bætið þið bara við. Og þá erum við komið svona takka sem við getum farið hérna og sagt, ég get búið til large takka, sem er ghost, hann er fluid, hann er hringur, hann er destructive, hann er með eitthvað icon, veit ég hvort ég geti sett svona, nei, þetta má ekki. Hann er með eitthvað icon, já, sem er þá eitthvað icon úr iconasettinu og hann er outlined. Já, úps, ég braut þetta. Ég braut hann. Svona, nei, ok, prófum þetta aftur. Ég ætla að búið til einhvern rosalega flottan takka. Hann hafa verið circle, negative, outlined, ghost, large. Já, hann sést ekki einu sinni. Hann er destructive, já. Og svo getið haft. Ok, hérna, hvað gerist núna? Þú veist, hann er, þannig að ég get út af því að þetta er tiltölulega einföld svona starffræði að reikna hversu marga mögulegar útfærslur og takka geti búið til. 3, svona 4, svona 2, svona 2, svona 2, svona 3, sinnum n. Þetta er okkur svona 20 íkonum minnstakosti, sinnum 2. Þannig að ég er bara komin upp í 100.000 mögulegum útfærslum að takka. Það sem er samt bara kannski 15 af þeim eru relevant. En út af því að þetta eru bara props, svona props, svona props, svona props, þá vex þetta exponentially. Þannig að þetta er kostur og gallar við React. En þetta er samt aðalega kostur, af því að ég get bara tekið þetta og skilgreint hérna allt sem á við takkan. Svo nota ég hann bara einhvers annar staðar og þá búið að fela alla flækjuna við það að búa til hennar takka og búa til eitthvað meira eins og eitthvað alert message. Þannig að þetta er eitthvað tiltölulega einfalt. En einhver filter, það er bara, þú veist hérna, 300 lína komponent. En ef ég ætla að nota einhvern tímann, þá þarf ég bara að fara og sjá, ok, ég ætla að nota filter. Hann er einhvern veginn svona, eða svona. Hann er með hreinsa og eitthvað alls konar fínt. Og ef ég ætla að nota hann, þá þarf ég bara að, kannski ekki svona, það er eitthvað greinilega bila við storybókina, en þá þarf ég bara að búa til filterinn eins og ég skilgreint hérna. Þá set ég bara á einhverjum tímapunkti bara filter, það er svolítið mikið að proppum aftur fyrir mismunandi þarfir. Svo kemur eitthvað svona multi-choice og ég get skilið þetta. Ég get bara sett inn hérna rétt gildi og ég fæ alla þessa virkni eiginlega bara ókeypis. Það er búið að forritina einu sinni, búið að forritina eftir einhverju forskrift frá hönniði og svo bara notum við hana. Og það var nú hérna í takkanum. Finnum eftir takkan, hann er hérna í core. Já, hérna. Og hérna er bara búið að linka líka í, sem sagt, í Figma. Já, ok.
og ég get hérna ef ég væri forritari opna ég þetta í Figma oh my god og þá erum við aftur komin í það sem við vorum að vinna í vegfarðun 1 að ég hérna með eitthvað Figma skjal með alls konar dóti og ég fæ bara hérna, ég á að vera að útfæra þetta ég er að útfæra þetta en sem komponent og hvernig púslast hann saman við aðra komponenta í verkefninu eða vefnum sem ég er að vinna þannig að þetta talast allt saman þó svo að við séum búin að hérna nota eitthvað React, þá erum við samt ennþá sömu hlutir eiga við samskipti okkar við Hönnu og við þurfum að finna út í hvernig við erum að gera þetta nema núna erum við ekki eins og hún gerir vegfarðun 1, við erum svona að finna út í já ok, það make sense að búa þetta til svona eða hinsegin, eða eitthvað neginn og núna höfum við bara leið til þess að búa til vel skilgreinda komponenta sem að heita eitthvað ákveðið eiga heimingstar ákveðið eru með stílanum sína einhvern veginn ákveðin hátt taka einhver ákveðin props og síðan útfæra einhverja virkni og svo getum við bara nota þetta þar sem við viljum og það er í raun við React mörg af þessum frameworkum þetta component model svo ótrúlega sterkt til þess að vinna saman og vinna svona verkefni yes áhugavert þetta var mjög skemmtilegt hvað hefur að gera núna? Ég var að halda áfram að gera flokkana eða ég var að skoða eitthvað meira þessar komponenta eða bara hjálpa ykkur með það sem það þarf að gera í verkefni 4 það er ekki best ok, þannig að við getum haldið áfram hérna og núna getum við farið að já, lókum bara allir þessu sem við erum að skoða hérna en núna koma þessi hluti sem við höfum verið að tala þeir eiga alveg jafn mikið við hér í þessu umhverfi eins og í einhverjum öðrum eins og til dæmis það hvað á ég að gera við þetta JSON hérna þetta er bara einhver any típa á ég eitthvað að parsa þetta yfir í einhverja þekkta stærð ég veit það þegar ég smíðaði API-inn þannig ef ég fæ svarið þá er það á þessu formi en ef ég ger þetta svona og segir svo bara eitthvað categories.map og það er bara eitthvað category.slug en ef það er ekki slug þá fæ ég villu þannig að þetta á allt saman við hérna líka eða þetta hérna, þetta UI state, þetta er einhver strengur getum við gert getum við setta í einhver takmarkað eða eitthvað takmarkað sett af strengjum sem eru já, við getum gert það með TypeScript getum við gert þetta hérna að einhverju almennu falli þannig núna er ég búinn að sækja flokkana en nú ætla ég að sækja stakan flokk og ég þá að endurskrifa allt annan en hérna kóða eða get ég dregið þetta út í eitthvað sérstakt fall sem hann gerir þetta þannig að þetta er allt sömu verkfærin sem við erum að nýta og kostur við það að vera að þetta er í JavaScript og allt sem við erum búin að skrifa servernum í JavaScript við getum nýtt þetta allt saman öll þessar pælingar sem við erum búin að vera með þannig að hérna við getum sagt það að ég er með eitthvað state hérna og ég ætla að segja að það sé bara einhverju UI state og það er bara eitthvað type hérna sem er UI state við ætlum bara að segja að það er annarkvort loading eða initial það er að segja staðan áður en eitthvað gerist það er eitthvað loading það er eitthvað error og þá sjáum við hérna að detta út villurnar eftir að ég skilgreina þetta eða það er eitthvað data eða og hérna getum við sett meira, það er kannski eitthvað empty ef við ætlum að taka sérstaklega til tóma að það séu engin gögn og hérna getum við bara skilgreint hvernig við viljum gera þetta og þá sjáum við núna að ef ég ger eitthvað svona að þá loading state er alltaf, UI state er alltaf úr einhverjum ákveðnum lista af strengjum þannig að ég get ekki gert villu hérna óvart eins og þegar þetta var bara strengur þannig að ég get notað TypeScript til að hjálpa mér hérna tökum þetta út hérna þetta hægt að pera mig og ég get sagt líka hérna ok þetta hérna er eitthvað svona almenn types þannig ég ætla bara að fara hérna og ég ætla að búa til types.ts
og ég ætla að exporta þessu og svo ætla ég að fara hingað og ég ætla að importa þessu. Þannig nú ég get notað þetta allt saman eins og ég var að gera þó ég hafi verið að skrifa einhverja vefþjónustur. Ég get notað í þessu Next.js React verkefni sem að nota TypeScript og því þetta bara nota sömu tölu. Þá get ég líka tekið þessi hérna típu. Ég líklegast eftir að nota hann eitthvað meira. Og tekið hans til í þessu, importað og svo get ég sagt, ok, þetta er aðeins svo mikið hérna, ég vil búa til einhverja leið til þess að sækja þetta almennt. Ég vil bara vera með villumeðhöndlun og allt bara á einum stað. Ég vil ekki vera að skrifa þetta aftur og aftur og aftur. Þannig að ég ætla að búa til hérna api.ts og hérna ætla ég að gera export function, eða við getum gert export class questions API og þá ætla þetta að vera klassi sem heldur utanum í raun öll API-köllin mín og þá ætla ég bara að byrja það. Ég veit ekki alveg hvernig hann ætlar að vera en ég ætla allavega að encapsulata einhverja þessar lógík hana. Þannig ég ætla að færa bara þetta, það að sækja gögnin hérðan, hingað. Þannig ég ætla að segja þessi klassi ætlar að vera með asynchronous aðferð sem heitir getCategories og það ætlar að skila promise af category fylki. Ok, nú fyrir kvart yfir því að ég ekki að skila þessu en ég ætla að fara bara hérna og ég ætla bara að afrita þetta til þess að koma mér á stað og þá ætlum ég núna að fara að svara einhverjum spurningum eins og ok, hvernig ætla ég að sækja vita urlið? Við vorum með þetta hardkóða hérna sem bara beint á categories en ég myndi einhvern veginn vilja aðskilja það að sækja grunnslóðina frá þessari slóð. Ok, þannig ég þarf einhvern veginn að vita hérna hvað urlið. Og svo setjum við hérna. Ég ætla ekki að blanda saman await og catch. Þannig ég ætla að gera svona og ég ætla að segja hérna let response og ég ætla að setja try utanum þetta. Og svo ætla ég að segja catch og ok, þá ætla ég nú er ég komin hérna með strax einhver ákvörðun sem þetta. Ok, hvað gerist þegar kemur í villa? Ég ætla að byrja bara að skila null. Það er að segja hérna, ég ætla að skila þessu eða null. Ok, hvað ég að gera við þetta? Ok, ég veit ekki hvað ég ætla að gera, ég ætla að segja console error fetching categories og svo ætla ég að prenta bara út villuna sem kemur. Ok, þá veit ég hérna response verður any, þannig ég ætla að segja hérna þetta er response eða undefined. Þá veit ég hérna að response ég er alltaf með response hér. Þannig nú er ég bara búin að segja, ef að þetta þróar að þá fæ ég bara villu og ég returna, annars fæ ég bara response hérna og ég get fyrir að vinna með það. Ok, þannig ég þarf ekki lengur þetta. En þá ætla ég að segja hérna, ok, nú vitum við það að vefþjónustan okkar getur skilað 404. Þannig ég ætla líka að díla við það. Ég ætla að segja if response, ég ætla að neita þessu, segja if response er ekki ok og þá er það ef að niðurstaðan er ekki 2xx staða þá ætla ég að segja console error non-200 status from API og ég ætla ekki að segja meira það og ég ætla að segja return null og svo vitum við það að parsa JSON getur kasta villu ef að JSON frá vefþjónustunni breytist allt í einu þó svo að ég sé að
smíða vefþjónustuna og þetta, þá veit ég aldrei hvað gerist þarna á milli, kannski brotnar eitthvað. Þannig ég ætla að segja let JSON þetta allt svona ætti að vera tiltrúlega enable eða error parsing JSON return null. Og þá að lokum ætla ég að segja hérna return JSON. Þá veit ég hérna JSON any. Þannig að þá kemur aftur, ok, hvað ætla ég að gera til þess að ætla ég að sækja SOT, ætla ég að nota SOT á framendunum til þess að staðfesta þetta, ætla ég að fara að skrifa sjálfur eitthvað validation. Ég ætla að gera hvorugt út af því að það er bara, þú veist, ég veit hvað er mikið bras og ég hef sýnt það nokkru sinnum, þannig að ég ætla bara að láta það hér við liggja og ég ætla samt að segja að const data er kategóri fylki sem er þá JSON og return því. Og þá segi ég hérna, þetta er sama því að JSON er allt sem er, en ég get alveg gert þetta svona, eða ég get ekki sagt JSON as category, svona, eða ég get bara haldið þessu og sagt return JSON, af því að any er allt, þar með talið category eða null, þannig að þetta er rétt. Og nú get ég farið hingað, og ég get tekið út þá url hér, þá ekki lengur við. Ég get tekið þetta út, alveg hingað. Og þá kemur svona næsta spurning, ok, hvernig ætlaðu þess að fá þetta url? Við skiljum þetta sem spurningamarki hérna. Ok, url, eitthvað hérna. Url plus categories. Komum að því eftir smá. Þannig að núna þarf ég að ná í eitthvað hérna. Þannig ég ætla að segja const API jafnt og new questions API. Const categories jafnt og API get categories. If not categories, þannig að við erum að segja null case'uð okkar, þá ætla ég að segja set UI state error, else set UI state data og set categories categories. Þá sjáum við þetta heitir það sama, þannig að nú þurfum við að heita categories response og þá er hérna, ég gleymi hverju await og þá er þetta nei, það er hérna svona þarna var TypeScript að hjálpa mér þegar ég endur nefndi breytuna en ég breytti ekki því sem ég var búinn að gera áður. Þannig að þarna er TypeScript hugsanlega spara með nokkrar sekundur og nokkrar svona hugsunar cycles hérna. Fara hingað og sjá að það er villa eitthvað. En nú er ég búinn að breyta þessu. Lítur aðeins hreinlegra út. Við erum aðeins búinn að refactora þetta. Við erum búinn að fela það hvernig við nákvæmlega sækjum gögnin. Þau koma bara hérna. Aftur þetta svona hugtaki felum flækjustíð. Búum forritun okkar til þannig við getum hugsað það svona eðlilega máta. Ég er að hugsa það hvernig ég ætla að búa til viðmóti hér og ég fæ bara einhverja kategóri hérna. Fetch, whatever, villumeðhöndlun, fullt að kóða. Skiptir mig ekki máli. Annarkvort fæ ég þessar gögn eða ekki. Svona. Fínt. Sæki flokka. Sjá. Nú er einhver buggur. Það er eitthvað fullt eitthvað hérna. Fail to fetch. Ok, error fetching categories. Ok, við erum hér.
það einhver villa hérna og þá getum við farið hérna í network tabin og séð að það er 404 hérna og við erum búin að sjá villinu sem ég gerði. Akkurat. Mjög klassísk villa þegar maður að taka eitthvað eins og url og halda, þetta bara strengur, ég ætla að nota bara string concatenation. Þannig að lögum þetta með því að fjarlægja þetta slash og nú fæ ég flokkana, þannig að þetta að virka. En það sem ég get gert hér að fá þessa breytu úr environmentinu í next, alveg eins og ég að fá það í bakenda í vefþjónustu. Þannig ég get sagt hérna base url process.env og þá í raun búið að fela, það er búið að svindla smá og next býr til process.env sem samt ekki til að þegar ég ekkert að keyra þetta á á node, þannig að process á ekkert að vera til en þau gera hérna next public base url eða http localhost 8000. Þannig ég ætla að fá það í staðinn fyrir þetta hérna. Categories.map is not a function, þannig nú einhver önnur vill að koma upp. Og veitir hver hún er? Getið þið giskað? Hvað, ef við skoðum hérna, sjáum þetta allt. US date er data. Categories er eitthvað, categories.map is not a function. Nei, þetta er í lagi, þetta er kóða sem keyrði á þann. Nú breytti ég einhverju. Ég breytti úr því að ég er ekki lengur að kalla þetta á render, ég er að kalla þetta á localhost. Ég er að nota sýnilausnina, ég er ekki að nota það sem var render sem var það sem við gerðum í tíma. Hvað gerði ég öðruvísi í? Jú, ég er með rétta slóð, ég er að fá gögn af því að ég er komin hingað. Nema núna er kategóris ekki lengur fylki, eins og við talaðum með áðan. Nú er það object sem er með data og inni data er fylkið. Þannig að núna er mismatch á þessu og út af því að ég er bara að segja hérna þetta er bara any. Mér er alveg sama, ég er ekkert að staðfesta þetta, að þá klikkaði og TypeScript sagði ekki neitt. Af því ég sagði bara any er hvað sem er. Og þetta er bara kategóri og kategóri er bara þetta. En ef við förum hingað og við gerum bara console log hérna á categories, þá sjáum við svona, fáum við hérna data inniheldur categories. Út af því að ég valdi þetta ekki hjá mér, eitthvað breytist í API-num, springur framendin minn upp. Ef að ég væri með þetta í ekki í development mode, þá hefði svo sem að hefði skoðað vefinn minn fengið þessa línu. Hafið þið séð þessa línu einhvers staðar in the wild? Application error. Þegar ef þið sjáið hana, þá er það að sjá mistök forritaran sem bjó til vefinn sem þið eru að skoða. Það sem að það var ekki hugsað eitthvað edge case, það sem einhver gögn spiltust eða eitthvað virkaði ekki eins og viðkomandi gerir ráð fyrir. Þessi villa er fann að koma upp oftar og oftar í því að skoða bara einhverja hluti sem ég er að skoða bara svona randomlega á netinu. Það var einhver að nota next, gera ráð fyrir eitthvað væri alltaf eins og svo var það ekki eins og eitthvað springur. Og ferð á Forbes, já, nákvæmlega. Þú myndir halda að það væru forritarar hjá Forbes sem er eitt stærsta, virtasta, elsta svona tímarit í heiminum, að það væri fólk sem kunni að hugsa og gera ráð fyrir villum í forritunum sínum. En nei, er það React og Next að kenna? Eða forritarunum?
Ég segja svona 50-50. Ég segja sem meira hallar á það að tólið að gera það auðvelt fyrir þig að gera þessi mistök. Tólið að gera svona katastrófískt error state auðvelt. Bara með því að, þú veist, ég var bara með vitlausa típu. Ég er bara með undefined villu eitthvað. Myndi svona gerast fyrir Java? Það gæti gerst í Java ef þú væri með forrit í Java sem að væri að taka við einhver gögn í gegnum eitthvað JSON og síðan að túlka það JSON á einhvern hátt á runtime. En þá myndir við líklegast fá það í einhverju svona server-side konteksti. Hérna erum við að fá þetta á client-side. Það sem þýðir að, þú veist, ég er bara að skoða einhvern vef, svo ýti ég okkur takka, ég skrif eitthvað inn í eitthvað form og allt búm, bara sé ekki lengur vefinn, ég sé bara hvítan skjá og þetta. Þetta er bara default error stateið ef enginn er búinn að hugsa út í það. Það er alveg hægt, það er alveg verkfæri til þessi next að setja þetta upp og gera þetta þannig að þetta sé nice, en það er bara yfirleitt aldrei sett upp. Og það er bara út af því að ef við skoðum núna next JS skjöluna, já, Forbes.com, já. Þannig að þetta er bara hérna, sáum þetta í beinni útsendingu hérna, já, að þetta er bara eitthvað sem kemur upp, bara við það að vera að brása. Þú ert bara eitthvað í hægindi þínum að lesa einhverjar fjármálafréttir og svo bara allt í einu, búm, sér ekki lengur fréttina og sér bara villu. Og þá hvað þarftu að gera til að lesa þetta? Þú veist, þessu losnur þessu. Já, þetta er bara... Þannig núna förum við hérna og við segjum hérna, ok, routing, ok, við erum búin að skoða það eins, layouts and templates, við erum búin að skoða þetta page og eitthvað svona. Ok, page, cool, þetta virkar svona. Svo kemur hérna eitthvað error handling. Expected errors and uncaught exceptions. Nú erum við að díla við eitthvað unexpected error, uncaught. Og þá getum við búið til eitthvað error TSX eða eitthvað global error TSX sem að grípur þetta. Eða þá að við getum farið að setja upp svona error boundaries sem að geta verið hérna, error boundaries. Það fer enginn að lesa þetta eins og documentation nema viðkomandi sé mjög annt það að kunna frameworkið sitt alveg til hlítar eða að það hefur einhver komið og sagt, heyrðu, forstjórinn var að skoða hérna Forbes.com í gær og það kom bara villa, þetta er hræðilegt, ég er að hringja þig, ég veit þú ert sofandi en þú verður bara að laga þetta núna. Og þá fer maður bara, oh my god, error boundaries, eitthvað, þú veist, ef ég veit ekki hvað gerðist, hvað bilaði og ég er bara eitthvað að segja, ok, þá get ég gert eitthvað hérna, gert eitthvað something went wrong og svo eitthvað takki, on click, reset, frábærlaust. Þannig að við komum að koma hérna og kopja þetta sem byrja með og setja þetta síðan inn í eitthvað error.js, inn í eitthvað hérna og hérna, en þú veist, þetta er engan veginn að svara eða hjálpa manni að finna út úr þessu í þessu, þannig að, já, það kannski heyrist, þá er ég svolítið jaded á þessu networki, nei á þessu frameworki sko, það er ágætt, en það er alls ekki það besta eða frábærasta sem er hægt að gera. Svo fyrir þetta data fetching. Hér erum við bara aftur með bara eitthvað, minimal example of data fetching og hérna er bara eitthvað JSON, en þá er bara hérna sama hérna. Það getur verið að hugsa það, hvað þetta er ekki fylki? Það er bara nákvæmlega sama villan og við vorum að sjá hérna. Þannig að það er ekki eins og það sé verið að stýra fólki út í það að hugsa þessa hluti. Þess að ég er að segja ykkur, þetta eru eiginlega allar villir sem við lendið í, eru bara það að þeir eru eitthvað sem þið gerðu ráð fyrir að væri A, er B, eða X, eða null, eða eitthvað annað. Ok, þannig að nú ætlum við að fara hérna og við ætlum að laga þessar típur hérna og við ætlum bara að segja, ég veit, ekki þetta, heldur hérna, ég veit típunar, þær eru hérna og ég ætla bara að taka þær hérðan og fara hingað, pastar hérna, question, answer, þetta á ekki við, þetta á ekki við, svona. Þannig ég er með kategóri, ég er með þetta hérna, ok, og ég ætla þá að segja að svarið hérna sé svona, importa þessu,
og þá núna fæ ég hérna, þetta ekki lengur í lagi, þannig núna TypeScript að grípa mig. Þá fer ég hérna og segi þetta á að vera þá getur ekki lengur verið svona, þannig þá ætla ég að segja að það sé eða null, þá þarf ég eitthvað meira same default þarna og þá fæ ég aftur villuna hérna. Þannig núna bara breytingin af þessu, ég breyti típun á einu stað og TypeScript leiðir mig gegnum alla hlutina sem ég þarf að laga. Þegar TypeScript veit að þetta þarf að vera rétt og þetta ekki rétt, þannig TypeScript segja ég mun kvarta þangað til þú lagar þetta. Og þá kemur ég hérna og þá kemur hérna, ok, categories getur verið þetta og þá veit ég núna líka hérna, ok, category.slug þannig að þetta verður já, búin að gleyma því að þetta var hérna er þetta, þannig ég þarf ekki að vera með þetta svona heldur svona og þá er þetta að vera svona. Ok, vistum þetta allt. Slug og name og hérna title aftur sama nema nú hendi ég hinni típunni, ekki þessari, þannig að svona. Þá sjáum við líka núna að nú er ég ekki lengur með þetta testgögn, heldur er ég með bara gögnin úr þessu hérna. Ok, þannig nú ætlum ég núna að láta þetta virka. Og þá er þetta aftur orðið routing verkefni. Þannig við erum með hérna eitthvað flokkar, HTML. Þannig ég ætla að fara hingað og ég ætla að segja new folder, flokkur. Þá sjáum við hérna, ég seti eitthvað brackets utan orðið flokkur. Hvað haldið þið að það tákni? Þetta er routing verkefni, eins og við vorum að gera í Express, eins og við vorum að gera í Hono. Þetta er satt einhver breyta sem við erum að senda. Þetta er einhver parameter sem við erum að gera, eins og við vorum að gera tvípunktur.id eða hérna, já, í rátunum okkar í Express. Og hérna, fyrir ekki, hérna, þannig þetta er að svara, þetta er að vinna þetta verkefni. Ok, þannig að tökum eitthvað hérna, svona, þetta er flokka page og við ætlum að hafa navigationið og ég ætla bara að segja hérna flokkur, svona. Ok, nú fæ ég þetta bara fyrir alla flokka, þannig ég fæ engin mun á þessu eða HTML eða einhverju. Ef ég er ekki með neitt hérna, þá fer ég á forsíðuna. Þannig að þá fer ég á þetta page sem er hérna og til að það er ekkert sem fylgir á eftir flokkar. En nú vil ég bara sjá hérna HTML, ég vil geta fengið þessa breytu úr slóðinni og þá get ég sagt hérna, þetta tekur við params og params er flokkur sem er string svona console log params já alveg rétt þessu er breytt í hérna í next í approuter þetta hérna verður async þannig að segja þetta verður svona þannig að þetta hérna er promise og ég þarf að segja hérna const flokkur jafnt og await params og default async function hérna þá getur ég sagt console log flokkur þá fá ég HTML og þá sjá ég líka hérna server HTML ASDF ASDF
sjáum við líka hérna. En ég ætla að tala aðeins um það hvað er hérna server rendering og server components í næsta tíma. En þetta er hér og ef við förum þá aftur hérna í þetta, við förum aftur í routing og við förum hérna í dynamic routes, þá sjáum við hérna að hérna er bara það sem ég var að gera. Bara dæmi um þetta. A blog could include the following route, app, blog, slug, where slug is a dynamic segment for the blog posts og þá getum við gert þetta hérna. Þannig að þetta er bara það sem við vorum að gera. Þannig að hérna er þetta í þessu og svo er líka eitthvað hérna leiðið til að sækja fleiri og búa til flóknari svona slóðir. Sjáum hérna við getum sett bracket opnar .. og þá get ég verið að grípa /shop, /category, /category subcategory, /product. Ég grípi allt þetta í einu svona catch all route. En við erum ekki að díla við það núna. En nú er komið flokkin hérna og þá get ég sagt hérna flokkur. Þá get ég farið hérna flokkar, HTML, flokkar, CSS og ég get fengið þetta. Nema nú kemur það spurningin, ok, er ég með einhvern flokk? Þú veist, er þetta löglegur flokkur? Það er að segja, svarar API fyrir þetta slug. Og þá ætla ég að segja hérna, const questions API, eða bara API, new questions API. Ég ætla að segja API.get category flokkur. Nú ætla ég að búið til nýtt kall hérna í API-læginu mínu á framöndanum sem ætlar að athuga það. Er þetta í lægi? Þannig ég ætla að segja hérna const category er þetta hérna. Þannig þá myndi þetta hérna resolve alveg hvort í category eða null. Svo fara að segja no sko, út frá því hvernig ég er bara hann þetta núna. Jú, alveg rétt. I wait. If not category, þá ætla ég að segja return flokkur fannst ekki og annars ætla ég í raun að rendera flokkin. Og ég geti gert það með því að búið til einhvern category component hérna eða eitthvað. Sjáum hvernig það fer. Annars ætla ég að segja bara return JSON stringify af category, þá fáum við bara allan kategóriðin eins og hún er. En nú þurfum við að útfæra þetta. Þannig að ég ætla að fara hingað og ég ætla að segja bara hérna fyrir ofan async get category slug strengur á að skila promise af category eða null. Þannig að alveg eins og ég bætti þessu hérna við áðan, þá veit ég ekki meira núna. Ég er bara að finna út úr í hvernig vill ég að forritið mitt sé, hvernig ætla API eða því að vera og ég ætla bara að byrja svona og svo laga ég. Þannig að ég er svolítið svona, ég er að explora hönnunina leið og ég er að skrifa. Þá kemur sama hérna, nema þá er þetta ok, ætla ég að gera þetta svona. Ok, þetta er kannski ekki, ætla ég að fara að gera svona. Já, út af því að hérna er ég að segja ég vil annarkvort fá þessa típu eða null. Oft getur maður gert svona mistök en ég vil fá paginated nema að þá er ég að fara að segja ég vil fá paginated hérna er annarkvort kategóri eða null hérninni. Það ætla ég ekki, þannig að við þurfum að aðskilja sko, hvað er gagnatýpan sem fer inn versus þú veist hérna annarkvort fæ ég allt null eða ég fæ gögn. Nú er ég bara að segja, ok, er ég að fara að copy-pasta bara allan hennan kóða? Af því að ég er að fara að skrifa bara nákvæmlega sama. Þetta er bara nákvæmlega sama, eina sem breytist er urlið. Þannig að þá ætla ég hugsanlega að segja bara, nei, ok, ég ætla að búa til async, ekki fetch. Ég er alveg blankað með eitthvað gott hérna. Fetch from API, slug, nei, url, sem er strengur.
og það skilar unknown. Þá ætlum ég að fara og ég ætla að copy-pasta þetta þangað inn. Þannig að ég ætla að segja hérna, ok, response, error fetching from API. Ég ætla að bæta við urlinu svo get ég hjálpa mér við að finna út úr þessu. Ég ætla að segja það líka hérna og ég ætla að segja hérna og svo ætla ég að segja þetta hérna á að vera unknown. Þá er þetta að skilast núna sem unknown og ég þarf að setja þetta í promise. Ok, þannig að núna er ég búinn að taka þessa virkni hérna og færa hana bara í almennt fall. Þá get ég sagt hérna, ok, fyrir þetta hér const response this.fetch from API url await return response. Nefnum að núna er ég búinn að segja að þetta hérna er eitthvað unknown. Þannig að hérna ef ég myndi vilja hér gæti ég staðfest gerð gagna. Ekki gera það núna, en ég ætla bara að segja as paginated category nema að þá þarf ég að passa upp á líka hérna að þetta getur skilað null. Þannig að unknown er kannski ekki best fyrir þetta. Þannig að hugsalega vil ég freka segja að þetta skili t eða null. Af því ef ég segi að þetta skilar unknown, þá skilar þetta alltaf unknown. Þannig að ef ég segi return null, þá skilar það sem unknown. Ég get ekki gert greinarmun á unknown og einhverju öðru, af því að það er svona eins og any, tekur bara yfir alla típuna. Ef ég segi t hér, þá get ég sagt að þetta skilar t eða null, og þá get ég sagt hérna, og þá er þetta, þá get ég sagt t hérna, þannig að þegar ég kalla í fetch from API kallið, þá tilgreini ég við hverju ég býst. Þannig að þá kemur hérna, þetta er unknown, þegar ég er ekki búinn að tilgreina neitt, en ég ætla að segja að þetta er category, og þá segir ég núna að responsið er annarkvort category eða null. Þannig að þá get ég bara skila response hérna. Þetta ætlum mér að vera paginated. Svona. Og þá fer þetta hérna á milli. Ef ég segi eitthvað annað, þá fæ ég villu hérna. Þannig að nú er TypeScript allavega aðeins að hjálpa mér. Þá segir hún hérna strengur er ekki kategóriu, því ég ætla að skila þessu. Þannig að þá er þetta svona. Og þá get ég hérna sagt response er category eða null. Svona. Og þá segir hún hérna, ok, þú segir að return gildi sé unknown, eða þú ert að skila unknown hérna, að return gildið á að vera t eða null. Þannig þá þarf ég hérna að fara í að typecasta yfir í t. Út af því að t er í raun hvað sem er. Það er þessi hérna generic parameter sem kemur inn. Og hann er þá hérna t, hann er t hér, hann er t hér. En t verður ekki að einhverju alvöru típu fyrir en ég skilgreina hérna hvað t er. Þannig að þetta er svona abstrakt típa sem fer inn í fall í TypeScript. Þannig að hún getur bæði verið sem típa, eins og við erum búin að sjá með paginated, eða inn í fallið, og hún getur líka farið inn í klasan. Þannig að núna er aftur að brenna á tíma. Við erum komið þetta hér, við erum komið þetta hérna. Ég útfæri þetta eins og ég ætlaði að gera, þannig að ég fæ þetta hér og þá fæ ég hérna ID5 þetta er nú eitthvað skrítið. Nú er ég alltaf að fá þennan. Hvar gerði ég villu? Ok, fyrir mér networkið. Hreinsum allt, reloadum. Þá sjáum við erum að segja ógeðslega mikið dóti hérna. Þetta er hér.
Já. Ég er ekki lengur að gera þetta inn í use effect. Þannig að ég fæ bara alltaf eina breytu. Ég fæ alltaf bara eina fasta breytu. Af því að nú er ég ekki að sækja þetta á clientnum, ég er að sækja þetta á servernum. Þannig að ég er aðeins að já, það er náttúrulega bara alveg, bara ómögulegt að lesa eitthvað út úr þessu. Þannig að við ætlum að segja hérna, use effect taka allt þetta og tökum þetta, setjum þetta hingað, segjum const category, set category svona response set category response use effect. En núna er ég að gera þetta villu leveli. Núna er ég að gera þetta í page-inu. Það má ekki samkvæmt next. Það má ekki kalla þetta á page levelinu af því að page levelið er alltaf að fara að vera server side renderað. Þetta er breyting í next fyrir apprátur. Þannig ég verð að taka þetta hérna núna út og verð að taka þetta hérna út. Ég ætla að gera svona og ég verð að búa til nýjan component sem heitir category af því að þeir mega vera að nota þessi client-side hegðun sem er use client export function category það er eitthvað slug er strengur það er svona það er ekki svona heldur er það svona og svo erum við með hérna þetta og hver er þessa kvart yfir? Nú er ég aftur komin hérna, nú er ég með kategóri hér sem er heitið á fallinu mínu en ég er líka með kategóri sem er heitið á typeinu mínu þannig að þá lendi ég smá vandræðum þá þarf ég að nota named import hérna og segja import category as category type þá þarf ég að gera greinarmun á kategóri hérna sem function og kategóri sem típu ok svo fer ég hérna og segi kategóri þá kemur hérna slug það er flokkur svona þetta fyrir út þetta er svona og fínt og þá gleymi ég aftur hérna nú er ég að segja hérna use client og ég er búinn að taka þetta út hérna, ég er búinn að taka þetta út hérna use client ok, restartum fyrst þetta með eitthvað vesen ok þannig núna flokkar HTML aftur fæ ég alltaf sama þannig núna get ég samt séð hérna í networkinu hvað er að gerast flokkar foo categories foo flokkar JavaScript categories JavaScript það er bara einhver buggur í API-num þannig að þá getur ég farið hingað já,
Ég var eitthvað að fikta hérna og ég vistaði þetta sem hardkóðað foo. Þannig að, ok, hérna virkar þetta. Ok, nú fyrir hérna, HTML, JavaScript. Sjáu þið svona hvað er að gera hérna bakvið. Þetta er allt svona eitthvað birtast og svo birtast eitthvað yfir það. Þannig hún er að birta hérna fyrir þetta. Hún er að birta flokkur fannst ekki af því að við byrjum með default stateið okkar er að hann fannst ekki. Síðan gerist eitthvað kall í networkið sem tekur ykkur tíma og það tekur nógu langan tíma til þess að við sjáum flassið af flokkur fannst ekki og meðan skiptir yfir í hitt. Sem er ekkert rosalega góð upplifun. Þannig við ætlum að skoða hvernig við lögum það og breytum aðeins úr því að vera með þetta client side yfir að vera með þetta server side í næsta tíma. En seinasta sem ég ætla að breyta hérna er að við sjáum að það er svona gul lína hérna undir og þá segir hún hérna React Hook Use Effect has a missing dependency slug either included or remove the dependency array. Og þá er React nefnilega að segja hérna, já, ég sé að þú ert að kalla ég alltaf svona hérna, en þetta slug, þetta er einhver breyta sem getur breyst. Ef við setjum hana sett hérna, þá erum við að segja núna, alltaf þegar þessi hérna breyta breytist, þá að keyra þetta use effect aftur. Og við getum lent í vandræði með það ef við værum að keyra þetta á sömu síðunni og værum með eitthvað sem að væri að kalla í þetta bara sömu síðunni, fyrst HTML, svo CSS, svo JavaScript. Þá mútu kalla þetta fyrir HTML, svo fyrir CSS og þetta hefur ekkert breyst. Ég er búinn að keyra effektið, það er ekkert annað að fara að gerast. Þannig ég ætla bara að birta það sem ég áður birti. Við lendum ekki í því hérna þegar við erum alltaf að fara á milli mismunandi síðuna. En þetta er svona dæmi um það að use effect er svona, maður þarf að vita þetta, að þetta er hérna dependency array og hvað if present effect will only activate if the value in the list change. Values in the list change. Þannig að þetta er áframhaldandi React uppsetning. Þannig að núna erum við komin með nokkurn veginn það sem við þurfum til þess að geta sótt öll gögnin. Þá erum við eftir að geta breytt gögnunum og það er það sem við ætlum að gera í næsta tíma ásamt að skoða þetta server-side rendering dot. Alright. Herri.